Hæ. Við ætlum að tala aðeins meira markhópana í dag. Við erum búin að tala það að við getum ekki selt öllum, við verðum að velja vænlegasta hópinn og við erum búin að tala hvernig við getum skoða drauma viðskiptavininn okkar til þess að fá vísbendingar það hverjir eru vænlegasti hópurinn. Við erum líka búin að tala það að stundum þurfum við bara að reka eitthvað af viðskiptavinnum okkar svo við höfum meiri tíma og orku í þá sem eru vænlegir og meiri ánægja því að vinna með þeim, því að það hlýtur jú alltaf að vera markmið að allir séu ánægðir í þessu viðskiptasambandi. En ég ætla að tala aðeins það í dag hvað það er mikilvægt að þekkja og skilja markhópinn. Ekki bara að vita hverju þeir eru og geta skilgreint það. Og alltof ofta dettum við þá gildru að við skilgreinum markhópinn bara út frá svona lýðfræðilegum breytum og landafræði og einhverju, við kannski segjum ég er með fatnað fyrir konur á aldrinum 18 til 40 ára og ég er í Reykjavík þannig að þetta eru konur 18 til 40 ára í Reykjavík. En það getur vel verið að það sé gagnlegt í sumum tilfellum að hafa þessar grundvallarbreytur, en þetta segir okkur ekkert nógu mikið. Getur verið með fatnað sem höfðar til allra kvenna 18 til 40 ára í Reykjavík? Nei, ok. Þannig að við erum búin að átta okkur á því að fötin sem við erum að selja, nú bara tekið þetta sem dæmi, eru fyrir ákveðna típu af konu. Þannig að nú þurfum við að leggja okkur fram með það að skilja þessa típu sem best. Hvað fær hann til að tikka? Á hverju hefur hún áhuga? Hvað er það sem að henni finnst einhvers virði? Hvað skiptir hann að máli í lífinu? Sameiginleg gildi, hvort sem það er, og þetta getur virkað fyrir fatabusinessin líka, eins bárunótt að það kannski hljómar. Sameiginleg gildi, ef að þú getur fundið einhverja samleið með markhópnum þínum varðandi gildi, eru gríðarlega öflug til þess að mynda sterkt samband við markhópinn. Og það er jú alltaf það sem við erum að reyna að gera. Og við sjáum þetta svona ýkt í hina áttina, til dæmis þegar að Body Shop kemur fram á sjónarsviðið á sínum tíma, að það kemur inn á markað það sem er alveg endalaust af fyrirtækjum sem er með krem og snyrtivörur og förðunarvörur og allt þetta dæmi. En Body Shop stóð fyrir eitthvað, fyrir umhverfisvernd, fyrir dýravernd, fyrir samfélagslega ábyrgð og það, svo ég sletti nú aðeins, það resoneraði. Það er að segja, fólk fann að það samsamaði sig með þessu fyrirtæki. Þannig að Body Shop vissi það að þeir vildu miða á fólk sem að ekki bara voru væntanlega konur, þær kaupa yfirleitt meira af kremum og töluvert meira af förðunarvörum, þó strákarnir gerir það nú af og til. En líka það að þeir vildu vera að tala við fólk sem að var ekki sama umhverfið, vildi ekki láta prófa vörurnar á dýrum og þess að þar. Og því meira sem þú getur vitað markhópinn og skilið hann og hvað skiptir hann máli, því betur getur þú tala við hann og þið getur farið að mynda þetta samband. Og þú getur bara í rauninni hugsað þetta alveg eins og þegar þú ert að mynda samband við manneskju, svona þú, one on one eins og maður segir. Því betur sem ég þekki þig og þinn bakgrunn og hvað skiptir þig máli, því ríkara verður okkar samtal og því ríkara og sterkara verður okkar samband. Og þetta virkar nákvæmlega eins í markaðssetningunni bara á stærri skala. Þannig að það er gríðarlega mikilvægt að þú þekkir og skiljir markhópinn. Hvað hverju þið hafið áhuga, hvað skiptir þau máli, hvar finn ég þau, hvaða blöð eru þau að lesa sem að kemur einmitt út frá því hvað skiptir þau máli og hvaða áhuga þau hafa, hvað eru þau að horfa á hvaða vefsíður fara þau. Ef við skiljum markhópinn vel þá er alltaf miklu auðveldara að bæða finna hann hvar hann er og vita hvernig við ætlum að tala við hann. Þannig að það væri frábært að þú myndir núna fara og taka næstu vikuna svolítið í það að spögla svolítið mikið í þessu og grafa svolítið ofan í hópinn og kynnast honum betur. Og mér finnst þetta rosa gaman ef að þú kommentaðir í blogginu hérna fyrir neðan eða ef þú sér þetta á Faceinu eða hvar sem þú ert að sjá þetta vídeo og segðir okkur hinum svolítið frá því hvernig þú sér þinn markhóp og hvað þú hefur gert til þess að reyna að kynnast honum betur. Sjáumst í næstu viku.